velkomin bæði tvö. Já, takk. Birna, ef við byrjum aðeins á þér, það sagt frá þessari aðferð í Fréttablaðinu sem heitir DNA heilun. Geturðu sagt okkur hvað þetta Já, þetta bara framhald af venjulegri heilun. Sem sagt, við erum að fá þarna upplýsingar það hvernig við getum heilað aðeins dýpra og við heilum út frá ákveðnu ástandi. Við förum í ákveðið heilunar ástand sem dýpra heldur en við höfum gert og aðeins öðruvísi. Förum í hærra svið og heilum út frá í þetta ástandi og förum með viðkomandi í þetta ástand og þaðan hægt að heila bókstaflega allt. En þetta heitir DNA heilun. Já, þetta heitir það, Víana kallar þetta DNA heilun eða þetta heilun og það skiptir ekki, við þurfum ekki að taka þessu svona hátilega þó þetta heiti eitthvað DNA heilun. Í rauninni þá, mér finnst það skemmtileg umræða og ég tilbúin að ræða það vegna þess að ég fagna þessari umræðu. Þetta vekur okkur til umhugsunar það hversu megnug við erum. Hver og ein manneskja. Þetta þarf ekki að vera neitt hátilegt við þetta. Og sko, við getum öll heilað. Við höfum öll þennan mátt í okkur að heila. En útskýrðu samt fyrst fyrir okkur vegna þess að fólk sem leitar væntanlega til heilara sem að þetta segjast geta, þeir trúa því að það sé einhvern veginn hægt að endurraða genum til þess að lækna sjúkdóma, jafnvel ættgenga sjúkdóma, alvarlega lífshættulega sjúkdóma. Þetta þarf ekki að vera svona hátilegt eða alvarlegt. Við gefum okkur ekkert út frá því að vera að heila endilega sem sagt genin, en sko þessi heilun, eins og ég hef lært hana, að þá miðar hún að því að hún kennir okkur að á bakvið sjúkdóma undirmeðvitundin sem stýrir því hvort að manneskjan heil eða ekki, undirmeðvitundin, og við þurfum að kafa í undirmeðvitundina og það ekki rétt það sem kom fram í greininni að það sé nóg að trúa. Því sem við trúum kannski ekki endilega það sem að undirmeðvitundin trúir, eða rétt að segja það sem við höldum að við trúum. Undirmeðvitundin svo flókið afl, hún stjórnar okkur á allan máta og við þurfum að fara þarna niður og finna hvað það sem að stjórna því að við erum ekki heil. Magnús, landlæknir talar það í Fréttablaðinu að þetta séu einhverjar skottulækningar og þarna sé verið að hafa fé af fólki með því að telja því í trúum að það sé hægt að lækna sjúkdóma með einhverjum hætti. Tekur þú ekki svona hátíðlega eða? Já, ég held að sé alltaf, sko, eftir því hvað við erum að tala þegar við erum að tala DNA, ef að hún að leggja sama skilningi orðið DNA og ég geri og landlæknir, þá tel ég og ég alveg saman landlæknir þar að ég held að við séum þarna með því að gefa það í skyn að við séum á einhvern hátt að grípa inn í ferli eða breyta DNA, breyta genum eða breyta einhverju sem að eðlislegt í sjúklingi eða einstaklingi með þessum aðferðarfræðum, þá held ég að sé verið að blekkja sjúklinga, já. Hvers vegna? Sko, þetta brýtur gegn öllum lögmálum lífvísinda, náttúruvísinda og skulum ekkert fara í grafgötu með það, við breytum ekki DNA-inu með því að horfa á fólk eða hugsa það. Og sko, maður verður að kalla hlutina réttu nöfnum. Ég veit ekki hvað heilun og ég ætla ekki að taka afstöðu til þess, það kann vel að vera að það hjálpi mörgum. En heilun breytir ekki DNA-sameindum líkamans. Og það mjög alvarlegt held ég, það eru sjúklingar sem hafa alvarlega sjúkdóma, það eru erfðasjúkdómar til dæmis, þar sem að þeir eru gallar í DNA-inu. Og ég held að sé ábyrgðarhluti að segja það að við getum með heilun breytt þessum genum eða breytt DNA-samsetningu þessara sjúklingar. Og það tel ég vera blekkingu ef verið að gefa það í skyn. Getið þið þetta? Sko, við erum að skyggnast inn í framtíðina. Það er augljóst. Þetta er framtíðin. Þetta er það sem að ég trúi þessu. Og ég ekki að biðja ykkur að trúa því að nokkurn lifandi mann. En þú ert að biðja í raun og veru, það ekki sjúklinga, mögulega veika sjúklinga sem eru haldnir alvarlegum sjúkdómum að trúa þess að þú getir læknað eitthvað sem að, að minnstu kosti nútíma læknavísindi telja að sé ekki mögulega. Engan veginn. En Víana heldur þessu fram. Víana sem sagt upphafsmaður þessar aðferðar. Já. Hún hefur þróað þessa aðferð og heldur þessu fram og þetta, ég trúi þessu, ég tala við mína stofnfrumu
og bið hann ákveðna hluti og það hefur virkilega og að virka. En eitthvað vísindalega við erum að þróa þetta. Mannkynið að fara inn í það að við getum heilað okkur sjálf og við þurfum ekkert á lyfjum að halda í framtíðinni, en þá þurfum við þess. Birna, þú talar að tala við stofnfrumuna þína, ég veit ekki hvað stofnfrum þú ert að tala við. Það eru fullt af stofnfrumum í líkamanum hjá þér, sumar mynda blóð og aðrar mynda eitthvað annað. Það má tala að við séum að tala við stofnfrumur og það má tala það að við séum að lækna genin, en ef við segjum að við séum að tala við stofnfrumur, þá erum við að reikna með því að það sé stofnfruma sem hlustar. Og ef við tölum það að við séum að lækna gen, þá erum við að reikna með því að við séum að breyta genunum. Þannig að við verðum að kalla hlutin réttu nöfnum og ekki að hlaupast undan eða fara undan í flæmingi og segja að þetta sé bara það sem þú heldur eða það sem að þinn læri faðir heldur. Þegar þú segir það við sjúkling að þú sért að stunda ákveðna heilun með þetta í huga, þá notar ákveðin hugtök og sjúklingurinn skilur þig og hann leggur ákveðin trúnað á það. Og við verðum að átta okkur á því að ég ekki núna að tala bara lækna, heldur alla þá sem að líkna sjúkum, að það skiptir miklu máli að það sé traust, við þurfum umgangs og mikilli virðingu. Og það algjört grundvallaratriði að við segjum ekki við sjúkling eitthvað sem að bara gripið úr lausu lofti. Við segjum ekki ég ætla að lækna þig genin ef ég bara meina eitthvað allt annað. Ef ég segi við sjúkling ég ætla að lækna þig genin, þá ég að tala það að lækna í honum genin. Þannig að við verðum að átta okkur á því að orð eru dýr og orðum fylgir ábyrgð. En af hverju þessu skeytt við DNA heilun, af því þú talar að þetta DNA séu kannski ekki aðalatriði? Nei, alls ekki. Það er bara verið að selja fólki þessa aðferð? Nei, þetta ekki svona alvarlegt, sko. Málið að sjúkdómur, á bak við sjúkdómurinn, hann getur verið, nú hafið þið heyrt að til dæmis alkohólismi sé sjúkdómur, hann getur verið genetískur og... Getur þú lækna hann með DNA-heilun? Nákvæmlega. Þú getur það? Já, ef hann er Útskýrðu fyrir okkur, hvernig myndir þú gera? Ef hann er genetískur, ef hann á genasviðinu, það finnum við út hvaðan hann liggur. Ef hann er á genasviðinu, eða ef hann er bara frá uppeldinu, við verðum að finna þetta út og við getum það. Kæmi það alkohólistinn til þín og þú myndir gera hvað? Ég myndi finna út hvaðan orsökin hvaðan þetta hvort þetta uppeldislegt eða hvað. Eða bara flótti, eða hvort þetta í genunum. Ef þetta í genunum, nú þá verður maður að fara þangað og heila það úr genunum og það mjög auðvelt. Þetta ekkert svona flókið, þetta ekkert svona hátilegt. En það engin, ég held að við séum ekki, má ég aðeins klára þetta? Ég held að við séum, nei það svarið sem þú sagðir áðan, ég held að við séum ekki komið það langt, engin, að við séum að heila þessi genastrúktúr ef einhver galli Víana segist geta það og það frábært og kannski það framtíð, kannski komum við allt til með að gera það, en ég held að ég trúi því ekki, ég ekki, en þá að Magnúsi aðeins er alveg útilokað í þínum huga að það sé eitthvað sannleikskorn í þessu sem Birna Ég held að það sé alveg útilokað að Birna sé að breyta einhverju í genum sem að á sér einhvern raunverulegan stað. Leyfðu mér að skýra það aðeins nánar. Við skulum átta okkur á því að líkaminn okkar samsettur úr milljörðum fruma og tugum milljarða fruma. Hver einasta fruma er með DNA erfðaefni. Í hvaða frumum er verið að lækna erfðaefni? Er verið að lækna í þeim öllum? Er verið að lækna í einni frumu? Það tekur engu tali. Þetta er algerlega úr lausu lofti gripið að Birna geti breytt erfðaefni mínu með því að horfa á mig. Ég get alveg fullyrt það með 100% vissu. Nú er það þannig að læknavísindin þau hafa afskaplega takmörkuð svör þótt þau kannski veit okkur mörg svör og það sem við vissum í gær, það búið að kollvarpa því í dag. Hvernig getur þú fullyrt að það sé ekki eitthvað sannleikskorn í þessu? Ég get fullyrt þetta. Það er margt sem við vitum ekki. Við verðum að vera auðmjúk gagnvart því sem við vitum ekki. En við vitum ákveðna hluti. Við vitum hvernig fruman er samsett, við vitum hvað DNA er og við vitum
hvar þau eru staðsett í genóminu eða það er að segja erfðaefni mannsins og svo framvegis. Og rétt eins og við vitum það að þetta borð hérna með glerplötu, þá vitum við hvað DNA er. Þannig ég get sagt með fullri vissu að Birna eða hennar lærifaðir getur ekki breytt DNA-inu. Skottulækningar? Má ég svara þessu? Skottulækningar heldur þú? Ef að þau segja að þau séu að breyta DNA-inu, þá er það skottulækningar, já. Já, það skiptir engu máli hvort þetta eru kallaðar skottulækningar eða ekki. Málið er að það er engin maður sem heilar annan mann. Við heilarar erum aðeins farvegur fyrir orku alheimsins sem að í alheimsorkunni er mikill heilunarkraftur og við sækjum þangað heilunarkraft til þess að gera okkur heil. Ég hef trú á því, jú, að við getum heila hvað sem er í okkur sjálfum og það er mín trú, það er trú margra. En við þurfum ekkert, ég er ekkert að segja öðrum að trúa því. Nei. Það verður hver og einn að finna það. Takk og báðum fyrir, við komumst ekki lengra með þetta sinni. Takk. Takk.